Sinbad sæfari. Einu sinni í fyrndinni var maður sem kallaði var Sinbad sæfari. Hinn hraustasti og áræðnasti allra sæfara. Hann sigldi vítt veraldarhöfin og aflaði sér frægðar og frama. Og í för með honum var þjónn hans, Benradinn að nafni. Hvar sem þeir félagar fóru, voru ævintýrin jafnan á næsta leiti. Einn morgun voru þeir á sjó úti í sólskininu og vonuðust eftir að sjá land. Mánuðum saman höfðu þeir siglt höfin í leit að gulli og gersemum, en voru nú rammvilltir. Þarna einkennilegt sker framundan, kallaði varðmaður ofan úr siglutrénu. Sinbad hljóp fram í stafn skipsins. Að vísu sá hann eitthvað rísa upp úr sjávarfletinum, en það var ekki neitt venjulegt sker. Og meðan Sinbad og skipverjar hans virtu þetta fyrir sér, hófust geigvænlega stórir grænir fingur upp úr sjónum. Fyrst einn, svo annar, því næst heil hönd. Og síðir birtist hrikastórt og hræðilegt sætröll. Hver dirfist að raska svefnró minni, þrumaði risinn. Hann beygði sig og þreif skip Sinbads eins og það væri lítið leikfang. Hann hristi það til og við það féllu sumir skipverjanna í sjóinn. Slepptu skipinu mínu, hrópaði Sinbad sæfari, einbeittur með hendur á mjöðmum. Þú ættir heldur að berjast við mig, augliti til auglitis eins og maður við mann. Risinn skellihló. Úr því að Sinbad hafði komið honum til að hlæja, ákvað hann að þyrma lífi þeirra Benradins, að minnstakosti í bili. Hann tók nú þessa tvo litlu sæfara í tröllaukna greip sína og hélt með þá til eyjar nokkurar þar nærri. Ég kem aftur og vitja ykkar þegar ég verð svangur, sagði hann og fleygði þeim Sinbad og Benradinn í beinarúi þar í fjörunni. Að svo búnu hélt hann leiðar sinnar. Benradinn skalf af hræðslu. Þessi bein hérna auðvitað leifar frá fyrri máltíðum hans. Hvað getum við gert? Verum hughraustir, svaraði Sinbad. Við skulum búa okkur til fleka og flýja héðan. Sæfararnir höfðu hraðan á. Á hverri stundu gat risinn tekið upp á að verða glorsoltinn. Þegar leið að kvöldi var flekinn fullgerður. Sinbad lét sig engu skipta í hvaða áttir stemdu. Nú reið á að komast sem lengst frá eynni. Þegar þeir voru komnir langt á haf út, gaf Sinbad sér tóm til að svipast nánar Þeir voru sloppnir úr klóm risans, en þar með var ekki víst að þeir varu hólpnir með öllu. Nóttin leið og morguninn skein sól í heiði. Sæfararnir tveir voru orðnir banhungraðir og Benradinn kvartaði sáran. Ég myndi gefa allt fyrir ofurlitla matarögn, sagði hann, þó ekki væri nema dálítill fugl. Í sama bili myrkvaðist loftið eins og ægilegan skugga hefði dregið fyrir sólu. Ég bað dálítinn fugl, æpti Benradinn dauðskelkaður, ekki ófreskju. Fugl á stærð við heljarstórt hús sveif yfir höfðum sæfaranna. Fjaðrir hans voru rauðar og bláar að lit og höfuð hans var eins og risastórum erni. Dásamlegt, sagði fuglinn ferlegi. Ég var einmitt að óska þess að ég fengi eitthvað til að rísla mér við. Fuglinn steypti sér niður og þreif Sinbad og Benradinn í klær sér. Hann flaug með þá hátt til skýja. En Sinbad lét engan bilbug á sér finna. Mér kemur ráð í hug, sagði hann við Benradinn. Farðu að eins og ég og þá okkur borgið.
Hann teygði höndina lítið eitt upp og kitlaði fætur fuglsins. Fuglinn gat ekki varist hlátri. Hann hló og hló án afláts og loks missti hann stjórn á sér og sleppti takinu. Sinbad og Benradin voru frjálsir. Þeir féllu niður, beint, niður í blátt hafið. Það var hátt fall og þegar niður kom, gat Sinbad með naumindum bjargað þeim frá drukknun með sundfimi sinni og hreisti. Að stundu liðinni hrópaði Benradin: "Ég sé land!" Ekki bara á öðru. Þar gat að líta eyju í nokkrum fjarska. Sinbad og Benradin syntu þangað og hnigu örmagna niður í fjörunni. Þeir félagar lágu lengi dags þar á ströndinni án þess að rumska, svo úrvinda voru þeir. Þegar þeir rökknuðu loks úr rotinu, sáu þeir undarlega sjón. Öll eyjan glóði í óteljandi skærum ljósum. Hvað getur þetta verið, sagði Sinbad. Hann brá hendi fyrir augun svo að birtan blindaði hann ekki. Demantar, æpti Benradin. Ljósadýrðin stafaði frá milljónum demanta sem eyjan var alþakin af. Þeir voru stærri en Benradin hafði nokkru sinni gert sér í hugarlund. Þeir glóðu og skinu út allt, í sandinum, trjákrónunum, kjarrinu. Hvílík sóun! Við höfum loksins fundið óþrjótandi auðlegð án þess að geta notið hana til nokkurs. Við vitum ekki einu sinni hvar við erum niður komnir. Það get ég sagt ykkur, þrumaði ugnvænleg röst að baki þeim. Þið eru staddir á eyju hins tvíhöfða dreka. Sinbad og Benradin snerust á hæli. Yfir þeim gnæfði ægilegur dreki. Hann var svo sannarlega tvíhöfðaður. Annað höfuðið teygði sig eftir Sinbad en hitt seildist eftir Benradin. Benradin, hlauptu! Þarna hellir! Forðum okkur þangað! Önnur tunga drekans snerti næstu því bakið á Benradin. En til allrar hamingju komust sæfararnir tveir til hellisins. Samt vissi Sinbad að þeir voru ekki úr allri hættu. Drekinn gat brotið niður hellisveggina og elt þá síðan uppi, eins og mýs. Sinbad svipaðist eftir útleið. Sjáðu, þarna skíma. Þetta hlýtur að vera hellisopið hinum megin. Sæfararnir gengu á ljósið og þegar þeir voru komnir út, sáu þeir að hér hefði ekki mátt miklu muna. Drekinn stóð enn fyrir handan og blés nú eldi inn í hellinn. Sinbad og Benradin héldu nú hljóðlega yfir á hinn enda eyjarinnar. Þeir gættu þess að stíga ekki á eggkvassar brúnir demantana sem glóðu og glitruðu við hvert fótmál. Ég alveg sársvangur, andvarpaði Benradin. Ég myndi gefa alla demanta heimsins fyrir einn steiktan kjötbita. Í sama bili sáu þeir að heilmikið af kjöti lá þar innan demantana í sandinum fyrir framan þá. Benradin varð alls hugar feginn og stökk á stærðar kjötflykki. En Sinbad kallaði: Gættu þín, Benradin, hér kunna að vera brauð í tafli. Og nú sáu þeir að ótal ernir steyptu sér niður úr loftinu. Þeir voru á stærð við fíla. Hver þeirra hremdi eitt kjötstykki og flaug burt með það. Að sjálfsögðu var þá töluvert af demöntum fast við kjötið. Nú kom Sinbad ráð í hug. Benradin, sagði hann, haltu þeir föstum við eitt vænt kjötstykki. Þegar einhver örnin hremmir það og flýgur með það burt, ferð þú sömu leið. Og þetta gerðu þeir báðir, Benradin og Sinbad. Ernirnir flugu með þá ásamt kjötinu upp í sjávarhamrana þar sem þeir áttu hreiður sín. Sinbad veitti því athygli að kaðalstigar lágu frá hreiðrunum og niður hamravegginn.
alla leið niður í fjöru. Og í vík einni, þar niðri, gat að líta sjóræningjaskip. Einmitt það, sagði Sinbad. Nú fer ég að skilja. Þessir sjóræningjar eru demantaþjófar. Þeir kasta kjötinu upp á land, yfir demantana, svo þegar ernirnir bera ætið í reiður sín, verða demantarnir samferða. Ræningjarnir geta óhræddir hirt þessa dýrgripi úr reiðrunum án þess að ganga í flasið á drekanum. Það er gott og blessað, sagði Benradin, en hvað er nú til ráða? Við skulum troðfylla vasana af demöntum og hraða okkur burt héðan áður en sjóræningjarnir koma, svaraði Sinbad. Sæfararnir tveir fylltu vasa sína í snatri og renndu sér niður einn kaðalstigann. Þegar niður kom, tókst þeim að fela sig í fjörugrjótinu og á meðan sjóræningjarnir voru niðursoknir við að safna demöntum upp í hreiðrunum, tókst þeim félögum að ná skipsbátnum þeirra. Síðan réru þeir sem ákafast á haf út. Benradin lék nú á alls oddi, ekki vegna allra demantana, heldur af því hann hafði fundið matarpingil sem sjóræningjarnir höfðu skilið eftir í bátnum. Ef við látum reka fyrir vindi, hljótum við að lenda í vinveittri höfn. Þeir bárust fyrir bylgjum og stormi í 10 daga og voru þá orðnir uppiskroppa með mat og drykk. Benradin var farinn að örvænta. Á 11. degi var Sinbad sjálfur að þrotum kominn. En sá þá hvar kunnulegt hafnarminni opnaðist í nokkrum fjarska. Okkur er borgið, Benradin! Og þannig lauk þessari ævintýralegu sjóferð þeirra Sinbads og Benradins. Þeir voru ekki bara hólpnir eftir miklar mannraunir, þeir voru auk þess orðnir vellríkir. Í nokkra mánuði sátu þeir kyrrt í hafnarborginni og söfnuðu nýjum þrótti og þreki. En þeim var ekki að skapi að dvelja lengi á sama stað. Þegar allt kom til alls var Sinbad sæfari hinn hraustasti og áræðnasti allra sæfara. Og einn góðan veðurdag tóku þeir Sinbad og Benradin skip á leigu og héldu til hafs í leit að gulli og gersemum. Og þeirra félaga beið jafnan nýtt ævintýri á næsta leiti.